Komið sæl og blessu og verið velkomin með ykkur hérna upp í Reiðhöll enn og aftur, en í kvöld fer fram síðasta mótið í keppnismótaröðinni. Í kvöld keppt í smala og skeiði og búist við harðri keppni. Tvö lið eru efst og líklegast til að keppast bikarinn, en það eru G. Hjálmarsson og Team Ektafiskur. Smali og skeiði eru engar áhorfendavænar keppnir og maður búist við miklu fjör í kvöld í bland við hlátur og keppnisskap. Gárangandi talaði vel að einhver geti dottið að baki í smalanum og verður fróðilegt að sjá hvað það gerist, en auðvitað vonum við að enginn meiði sig. Við munum greina frá úrslitunum rétt á eftir. Komið með okkur og fylgist þið vel með því. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, then 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Þetta alveg geysilega skemmtileg keppni, mjög skemmtileg og þetta áhorfandavænt. Endilega sérðu það á fjöldanum af fólkinu sem kemur til að horfa á þetta. Þetta virkilega spennandi og þarf bara að gera meira af þessu. Skeiðið eftir og skeiðið alltaf mjög spennandi og gefur mikið af stigum og svona. Birgir hérna í útrásarliðinu, hann að hita upp fyrir skeiði. Birgir, hvernig líst þér á keppni kvöldsins? Mjög vel, það voru mjög skemmtilegt og gott kvöld. Og fyrir svona keppni svo skeiði, það þarf að hita hestið vel upp? Já, það segir sig, þetta afkastagangtegund og skila mikilli ferð. Og þetta skemmtilegasta kvöldið af þessum fjórum? Já, ég myndi nú segja það, já. Þetta líka fært yfir á föstudag, svona svo að fólk geti nú verið að leyfa sér þessi stúkunni? Já, líka það og svona áhorfavænt þessi keppni, þrautakeppni og annað. Og skeiði mjög vinsælt líka. Hvernig gekk í smalanum á hann? Mér gekk ágætlega en samt ekki eins og ég ætlaði. Þú hefur ekkert flogið að bakið það nokkuð? Nei, ég slappið það. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Það ekkert rosalega hlýtt úti, en hestarnir þurfa að halda sér hita og við góðum við Þorbjörn, liðstjóri hjá Team Ektafisk í spjall. Hann að hita upp fyrir skeiði. Hvernig gengur þetta í kvöld? Það búið að ganga rosa vel hjá okkur í kvöld. Ég held við sem búin að fara svolítið fram úr Guðmundi Hjálmars, þetta aðalatriði að ná honum. Þá ég titilinn vísan. Já, það málið. Þannig að við þurfum að standa okkur vel í skeiðinu og hérna ekki láta stökkva, heldur að klára sprettina og þá fáum við tölur og ef við séum komnir yfir þá höldum við okkar. Hvernig æfa menn fyrir mótið svo í kvöld? Þetta er óhefðbundið. Það þetta bara óhefðbundið þjálfun, þetta að reyna að finna einhverja hesta sem eru þægilegir og skemmtilegir og hægt að nota þau í allt. Og þetta svona hestar sem kannski eru mikið út í að haga, þannig að fólki kannski geta notað endilega. Svo ekki við keppnisfólkið en þetta eru svona barnahestanir. Allir geta notað þá, þeir penta í kvöld. Telur þitt lið vera vel í stakk búið fyrir sprettir hérna, þennan 60 metra sprett sem er í skeiðinu? Já, ég held að sögum. Og hvernig á að fagna sigrunum ef hann verður ykkar? Það er ekki bara bjóra eftir, léttöl. Léttöl? Gangi þið vel. Takk fyrir það. Þegar öll stigin höfðu verið reiknað saman var það lið G. Hjálmarsson sem stóð upp fyrir sigurvegari með 295,41 stig. Rétt á hæla þeirra var Team Ektafiskur með 290,97 stig en baráttan var gríðarlega hörð þeirra á milli. Í þriðja sæti var lið Útrásar, Björg Bautinn náði í fjórða sætið og Efri Rauðlækur Lífland rak lestina. Í einstaklingskeppninni var það Líney María Hjálmarsdóttir sem vann en hún endaði með 33,24 stig og Elvar Einarsson var í öðru sæti með 32,54 stig.